Góðan daginn, Þorgeir heiti ég og ætla að kenna ykkur að skipta glugga. Því miður þá ég ekki í neinu með neitt gluggaverkefni núna, þannig að ég vil sýna ykkur bara hvernig ég myndi skipta glugga. Það sem við byrjum á að gera að fjarlægja þessa gardínu. Síðan setjum við plöstum allt hérna innan, límum plasti bara á hérna allar hringinn, plöstum þannig að ekkert ryk komist inn. Þá þurfum við síðan að vinda okkur út. Hér erum við komin út. Undir venjulegum kringumstæðum þá værum við að skipta glugga sem væru aðeins eldri en þetta, sem væru sennilega komnir á tíma, og það eru yfirleitt gluggar sem eru steyptir í og eru þá með einhvers konar múrklæðningu eða eitthvað utan húsið. Og þá myndum við byrja á að fjarlægja þennan lista af og skera síðan meðfram gluggakarminum í steypuna, allan hringinn. Þegar við erum búnir að því, þá myndum við taka lista af. Undir þessum kringumstæðum þá þessi listi bara plokkaður úr. Ef þetta verður timburglugga þá verður skrúur hérna sem við þurfum að taka úr. Þegar þú ert búinn að taka þetta listana þá getur við tekið glerið úr. Yfirleitt, stundum það að kýta því með einhvers konar olíukíti. Þá þarf það að skera á innanverðinni meðfram glerinu til þess að losa það frá. Þá getur við ná glerinu úr og þá komumst við með hausinn hérna inn fyrir og þá skerum við hér meðfram gluggakarminum með slípuróknum allan hringinn til þess að losa gluggan frá steypunni, svo að þegar þú rífur gluggan úr þá brotni ekkert upp úr steypunni. Þegar þú ert búinn að því að þá tökum við hóstana af og skerum við þá hérna með hjólsög og rífum þá úr. Og þegar við erum búin að því að þá tökum við hérna út smá kubb með einhvers konar sög, hjólsög og svo fjölundarsög til þess að komast alveg í gegnum karminn. Tökum kubbin út, það ná að stinga kúbinni hérna upp undir og náum að spenna efri partinn út og rifið hann það út og þá eins með neðri og allan hringinn. Þá erum við búin að fjarlægja gluggan úr. Yfirleitt þegar gluggarnir eru steyptir í þá eru járngirði inn í steypunni sem að heldur glugganum á sínum stað. Á þeim tíma var alltaf gert svoleiðis. Þá þurfum við annað að skera girðið úr eða að berja það inn, þannig að það sé ekki fyrir okkur. Ég ætla að minnast á það áðan, en áður en við skerum hérna meðfram karminum, þá gott að hafa stilla upp laser til að athuga hvort að glugginn sé nokkuð réttur. Ef hann ekki réttur, ef hann hallar út sem alveg algengt eða inn eða eitthvað, að þá ljótt að hafa þessi 2 cm fúi hér og enga fúi niðri. Þannig þá myndum við reyna að skera gatið okkar beint. Þannig að það myndist ekki ljót fúa. Ef við verðum að skera meðfram karminum í steypuna, þá myndum við nota svona steinskjöfublað. Ég myndi reynda að nota aðeins stærra vegna þess að við þurfum að fara að komast djúpt í hornin. Síðan þetta hérna hjólsögin sem við myndum nota og SDS-vélin til þess að bora fyrir skrúfunum síðan með 6 mm steinbor. Síðan myndum við nota þetta hérna fjölundarsög til þess að skera djúpt í karminn til þess að ná okkur alveg í gegnum hann. Síðan þetta skrúvél til þess að skrúa gluggan fastan. Síðan notum við þetta hérna vel til þess að bora fyrir hólkunum sem við setjum í nýja glugga. Skrúum hólkana fasta með þessum sexkanti og hólkarnir líta svona út. Ef að glugginn hérna utan á gluggan og búinn að bora og stingur í gegnum gatið og skrúar hólkinn fastan í. Síðan þegar þú ert að stilla gluggan
Þá ferðu hinum megin í gluggann að innanverðu og nærðu að skrúfa þetta út. Þannig að hún nær að stilla gluggann og hann nær að haldast fastur án þess að vera búinn að festa hann. Mjög sniðugt. Hérna bak við þennan tappa, þar hólkurinn sem við vorum að tala um. Þetta á nokkrum stöðum hólkar út um allt. Þeir notið þessa SDS-vél með 6 mm bor, borið það sem hólkarnir eru fyrir svona skrúfur sem eru hannaðar fyrir hólkana, þannig að þær fara ekki gegnum hólkana. Og síðan gengur frá þessu með þessum töflum sem við sýndum frá áðan. Smellið þeim í gatið. Lítur þetta svona út og síðan náttúrulega kýttar upp hérna, það alltaf sár og kýttar hérna með fram allan hringinn og síðan málar yfir það. Þá þetta svona fallegur frágangur. En að utan þá annarkvort tróða ull hérna meðfram, það alltaf smá sár, myndu tróða ull meðfram eða frauða. Það fer eftir bara hvernig þú tala við, hvað gert. Síðan setjum við þéttipulsu og kýttum síðan yfir það, eða grunnum og síðan kýttum við. Þetta var sýningarensla mín hvernig á skiptum glugga. Takk kærlega fyrir mig. Vonandi voru þetta gagnlegar upplýsingar. Gangi ykkur vel.